Innreið QuizUp á Kínamarkaði væntanleg þar sem 1,3 milljarðar manna bíða eftir spurningaleiknum vinsæla. Stefnt að útgáfu spurningaleiksins QuizUp í Kína sem 1,3 milljarða markaður. Þetta verður gert í samstarfi við Tencent, stærsta netfyrirtækis Kína, sem meðal hluthafa í Plain Vanilla sem gefur út QuizUp. Stjórnendur Plain Vanilla á leið til Kína. Þorbjörn Þórðarsson segir frá. 7 milljónir notenda á þeim fjölgar með degi hverjum. QuizUp sló í gegn í fyrra á heimsvísu og lauk endurfjármögnun með útgáfu nýs hlutafjár í desember. 2 sjóðir leiddu fjármögnun, annars vegar Sequoia Capital, sem einn stærsti og virtasti fjárfestingarsjóðurinn í tæknigeiranum vestanhafs, og hins vegar Tencent Holdings. Það sem hefur ekki farið hátt í umræðunni hér að Tencent Holdings dótturfélag kínverska netfyrirtækisins Tencent sem í eigu eins af hátt settustu meðlimum kínverska kommunistaflokksins, en hann situr jafnframt á þingi í alþýðulýðveldinu Kína. Tencent á WeChat, sem stærsti samfélagsmiðlinn í Kína, þar sem tjáningarfrelsi fótum troðið og bæði Facebook og Twitter eru bannaðir. Við höfðum samband við Þorstein B. Friðriksson, forstjóra og stofnanda Plain Vanilla til að athuga hvort eitthvað væri hæft í því að QuizUp væri á leið til Kína. Það reyndist rétt. Þar sem við horfðum alltaf á Kína sem mjög spennandi markað, þá var það algjörlega kjörið að fá inn fjárfesta sem var mjög stór á þeim markaði sem geti kannski hjálpað okkur að skilja markaðinn og komið okkar vöru á framfæri. Og það mjög spennandi tækifæri sem býður QuizUp í Kína. Þorsteinn á leið til Kína eftir 3 vikur vegna málsins. Innreið QuizUp á Kínamarkað helst í hendur við kynningu og leiknum fyrir Android sem handan við hornið. Í Kína eru iPhone símar frá Apple ekki mjög ráðandi, heldur þetta allt á þessu Android-kerfi. Þannig að okkar innrásin í Kína mun aldrei haldast í hendur við það að við erum að koma með QuizUp á Android-stýrikerfið. Þannig að okkar helstu áherslur í Kína verða frekar á Android heldur en á iPhone, bara því að það svo ótrúlegu fjöldi af notendum þar með þessi tæki.